Hnútuvirkjun var á tímabili fyrirhuguð sem allt að 15 megavatta virkjun og hefði þá þurft að fara í gegnum rammaáætlun. En áformin voru minnkuð niður í allt að 9,3 megavött. Í umhverfismatsskýrslu sem var unnin fyrir landeigandann segir að við nánari skoðun og útreikninga hafi komið í ljós að erfitt yrði að ná 15 megavatta afli og að nýjar mælingar sýndu að hagkvæmasta afl væri 9 megavött. Í umhverfismati fyrir Hnútuvirkjun sagði Skipulagsstofnun í skorinorðu áliti sínu. Sú framkvæmd sem hér til umfjöllunar og forsaga hennar sýna veikleika þess að miða við uppsett afl sem viðmiðum það hvaða framkvæmdir skulu teknar fyrir í rammaáætlun. Umfang fyrirhugaðrar 9,3 megavatta virkjunar í Hverfisfljóti að mestu sambærilegt fyrri áformum 15 megavatta virkjun. Að ræða framkvæmd sem mun að mati Skipulagsstofnunar hafa verulega neikvæð umhverfisáhrif og tilefni hefði verið til að meta með öðrum virkjunarkostum í rammaáætlun. Hverju hefði við verið bættara með því að hún hefði farið í rammaáætlun líka? Munurinn á því að þær virkjanir sem fara í rammaáætlun að það náttúrulega bæði þær sæta svona samanburðara mati af hálfu faghópa og verkefnisstjórnar og rammaáætlun auðvitað líka bindandi áætlun stjórnvalda og hún afgreidd af Alþingi.